Komið þið sæl, gaman að fá að vera með ykkur. Hólmfríður heiti ég og starfa í samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu. Er þar sérfræðingur á sviði byggðamála, verkefnisstjóri fyrir byggðaáætlun, byggðamálaráð og formaður stýrihóps stjórnarráðsins byggðamál. Ég vil óska ykkur til hamingju með þennan fund og þetta þema sem að þið veljið fyrir fundinn, staðsetning opinberra starfa á vegum ríkisins. Þetta er mjög mikilvægt þema og mjög svona, það sem að skiptir mjög miklu máli í dag. Því að störf við hæfi fyrir bæði karla og konur eru ein megin forsenda fyrir búsetuvali fólks og það er því mikilvægt að ríkið stuðli að sem fjölbreyttustum störfum út um allt land. Og núna þegar við erum búin að upplifa þetta COVID-vesen allt saman að þá sjáum við hvað það er í rauninni lítið mál að vinna hvar sem er, hvert nú er staddur á landinu. Ég ætla aðeins að byrja á því að segja hérna frá þessum tölum, kannski er einhver búinn að fara í það núna, en hérna þetta eru tölur frá Byggðastofnun, en stofnunin hefur frá árinu 2014 árlega gert könnun á staðsetningu starfa, ríkisstarfanna. Hérna eru tölur sem eru aðeins komnar til ára sinna, þær eru frá áramótum 2017-18. Þarna sjáum við að þá voru 24.000 rúmlega stöðugildi hjá ríkinu út um allt land. Þaraf voru 17.000 á höfuðborgarsvæðinu og þá 7.000 utan höfuðborgarsvæðisins. Ef við lítum á hlutfall stöðugilda af íbúafjölda þá er talan kannski ekki eins sláandi en samt. Þarna eru við að tala tæp 8% ríkisstarfa á höfuðborgarsvæðinu, 7% að meðaltali við landið allt og svo er Vesturland svona rekur rauninni lestina ásamt Suðurlandi með 5% starfa. Byggðastofnun er núna að vinna að því að uppfæra þessar upplýsingar og það er bara á næstu dögum ef ég skil rétt sem að það koma nýjar tölur. Ég fékk leyfi til að birta tölur, bráðabirgðatölur fyrir Vesturland og þær sjáið þið hér. Þetta er eins og segja, þetta eru bráðabirgðatölur en þarna þær eru jákvæðar. Fjöldi ríkisstarfa á Vesturlandi, það hefur orðið hlutfallsaukning upp á sirka 1,3% sem er ívið meira en á landsvísu, en á landsvísu er það 0,8% aukning á milli ára. Breytingin er nokkuð svona, hún verður ganga nokkuð jafnt yfir sveitarfélögin, nema það er fækkun þarna í Dalabyggð, þetta er ekki mikið, þetta er 1 og 1 starf hér og hvar. Við getum alveg þolað fleiri störf út á land. En ég ætla ekki, þó svo þetta sé allt áhugaverðar tölur, þá ætla ég ekki að dvelja lengur við þær. Það sem ég ætla að gera er að vinda mér strax í það sem að heitir störf án staðsetningar og er mjög mikið í umræðinni. Ég vil meina að þessi aðgerð eða þessi hugmyndafræði hafi komið fyrst inn í opinber plögg þegar var verið að móta núgildandi byggðaáætlun. Hún rataði síðan þessi aðgerð inn í stjórnarsáttmálann í nóvember 2017 og undir kaflanum byggðamál segir ráðuneytum og stofnunum verði falið að skilgreina störf og auglýsa þau án staðsetningar eins og kostur er. Þetta er ekki flókið. Síðan er það byggðaáætlun, þarna er þetta aðgerð B7. Byggðaáætlun var samþykkt í júní 2018. Þetta er mjög skýr aðgerð og í rauninni kannski óvenjulega skýr því að hún er með mjög skýra mælikvarða. Fyrir árslok 2021, sem sagt eftir rúmt ár, skulu 5% auglýstra starfa vera án staðsetningar og fyrir árslok 2024 skulu 10% auglýstra starfa vera án staðsetningar. Þannig að þetta er byggðaaðgerð. Það að þetta sé nú byggðaáætlun, að þetta sé undir byggðakafla ríkisstjórnarsáttmálans segir okkur með skýrum hætti að byggðaaðgerð er að ræða. Hins vegar getur þetta vissulega gengið í allar áttir. Störfin geta til dæmis flust af landsbyggðinni til höfuðborgarsvæðisins og þau getur líka flust frá Íslandi til útlanda. Oft er tekið dæmi að Ferðamálastofa auglýsti fyrir nokkru starf án staðsetningar sem var mikið fagnaðarefni.
hæfasti einstaklingur að ráði en að það vildi bara svo óheppilega til að hann bjó erlendis, í Kaupmannahöfn held ég. Ekkert við það að athuga per se, en það er ekki byggðaaðgerð. Ég hef fengið þó nokkuð að símtölum þar sem að ég er spurð út í þessa aðgerð og eitt símtali með sérstaklega minnisvert því að þá hringdi maður sem að vinnur hjá stofnun í Reykjavík og hann segir þetta er frábær aðgerð, fjölskylda minn býr út í Barcelona, hvað þarf ég að gera til að geta flutt starfið mitt þangað? Bara enn og aftur fínt að fólk geti unnið hvar sem er í heiminum, hvar sem er á landinu en það er ekki byggðaaðgerð og það kemur okkur ekki við sem erum að ræða þetta hér, ekki mér sem að fer með byggða af áætlunina. Bara þannig að það sé sagt og mögulega þarf og nánast örugglega ef að þessi aðgerð heldur áfram inn í byggðaáætlun að þá þarf að skerpa á byggðahlutverkinu. En hvað svo? Þetta er í stefnu ríkisstjórnarinnar og þetta er í stefnu Alþingis sem er byggðaáætlun. Hvað hefur gerst? Það er ýmislegt. Í júní 2019 í fyrra að þá samþykkti ríkisstjórnin að skipa verkefnahóp til að undirbúa framkvæmd verkefnisins. Að þeim verkefnahópi eiga aðkomu öll ráðuneyti en það eru 3 ráðuneyti sem að leiða, það er fjármálaráðuneytið, forsætisráðuneytið og samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið. Í ágúst í fyrra þá upplýsti fjármálaráðherra að ríkisstjórnin hefði staðið við það að skipa hópinn, hann hefði tekið til starfa og í minnisblaði ráðherra kemur fram að markmiðum með þessari aðgerð verði náð með virkum stuðningi og fræðslu til stjórnenda, stofnana, þátttöku ráðuneyta og aðgengilegri vinnuaðstöðu á landsbyggðinni sem hentar störfum án staðsetningar. Stefnan er samsagt klár, en hvað hefur verið gert í raun og veru? Ég held að ýmislegt hafi verið gert, en örugglega ekki nóg og í rauninni bara langt í frá. Það hefur verið óskað eftir upplýsingum frá öllum ráðuneytum og öllum stofnunum þeirra, annars vegar fjölda starfa í dag sem eru án staðsetningar og þær eru beðnar, eða ráðuneytin og stofnanir beðin að skilgreina hvaða störf og hversu mörg störf það eru innan þeirra veggja sem að gætu verið án staðsetningar í framtíðinni. Gott. Það hafa verið haldnir fundir með rekstrar- og mannvirkjastjórum stjórnarráðsins. Byggðastofnun var falið að útbúa lista yfir mögulega starfsstöðvar. Það gerði stofnunin hratt og örugglega með dyggri aðstoð landsstjórnarsamtakanna. Þannig að það er ekki vandamálið. Það eru nægar starfsaðstöður út allt land. Það hafi verið gerða breytingar á starfatorginu. Það tók á að gera þær breytingar en það hefur komið í gegn en það þyrfti nú kannski eitthvað aðeins að skerpa á því. Og síðan hefur eitt og eitt starf verið auglýst þannig að það sé án staðsetningar. Þau eru ekki mörg en það er þó og mjór er mikils vísir, segir einhvers staðar. Nýjast má segja að nýkomið inn í starfatorgið eru með störf sem eru án staðsetningar frá menntamálaráðuneytinu og því ber að fagna. En ávinningur lætur á sér standa, einhver hluta vegna. Þrátt fyrir að núna erum við í mjög góðri stöðu til þess að keyra þetta í gegn. Og COVID hefur sýnt bæði stjórnendum og starfsmönnum að búseta skiptir ekki máli með tilliti til starfa í svo mjög mörgum tilfellum. En hvað veldur? Hvar stendur hnífurinn í blessaðri kúnni? Ég vil meina að hann standi fyrst og fremst hjá stjórnendum ráðuneytanna og stjórnendum stofnananna og það þarf hugarfarsbreytingu. Við sem að hömpum þessari aðgerð, ég þar á meðal, við berum líka ábyrgð. Okkur hefur ekki tekist að selja þessa hugmynd eða þessa aðgerð. Og svo ég reyni nú að kenna öllum að þá vil ég líka segja að almenningur ber líka sök, ekki mikla, en almenningur eða fólk sem býr út á landi hefur áhuga á að starfa hjá ráðuneyti eða stofnun eða þess vegna einkafyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu sem er staðsett á höfuðborgarsvæðinu á að vera bara duglegt að sækja störfin þó að þau séu ekki auglýst án staðsetningar
vísa þess vegna í stjórnarsáttmálann og byggðaáætlun og bara einhvern veginn reyna að kýla þetta í gegn. Ég segi þarna komandi vetur ræður því hvort að þessi aðgerð verði mesta floppið á byggðaáætlun eða hvort á okkur takist að bjarga okkur fyrir horn. Ég held að okkur muni takast það. Ég er bjartsýn á það. Ríkisstjórnin er einhuga þetta, okkar ráðherra byggðamála, hann er mjög áhugasamur þetta og ég trúi því og treysti að saman þá munum við gera eitthvað gott núna í vetur. Takk.